gengur frá þér að sinna dótturinn í Portugal? Við skulum bara fara að byrja þetta. Við erum velkomin á súpufund KSÍ. Ég held ég farið með rétt mála að þetta sé 20. og 4. súpufundur KSÍ og að þessu sinni doktor Ingi Þór Einarsson mættur sem lektor við Háskólann í Reykjavík og ætlar að fjalla áhrif djúpvatnshlaups á þol og sprettgetu afreks knattspyrnufólks. Gef Inga Þór orðið þessu. Takk Dagur. Hann líklega leggur áherslu á doktora því við vorum saman í skóla og Laugavatni. Hann hafði vit fyrir þessu og fór bara að vinna og ég hélt hann í skóla. Ég vil að segja ykkur í dag frá 3 rannsóknum sem við höfum verið að gera. Háskólanum í Reykjavík. Það eiga það sameiginlegt að snúa að vatni og að skoða hvernig við getum nýtt vatn, sundlaugar, sem skoða svona þjálfunar meðferð eða þjálfunar form fyrir einstaklingar sem venjulega æfa á landi. Ég veit náttúrulega ekkert fótbolta, ef við bara skoðum eitthvað frá Bangsbók og mörgum fleirum, þá þurfa fótboltamenn að hafa styrk og afl, sem við kallað sprengikraft, hraða, snerpu eða agility, loftháð þol og loftfirrt þol og svo plús allt hitt sem ég veit ekkert þetta fótboltadæmi. En ég veit ýmislegt sem lífeðlisfræðingur styrk og afl og hraða og snerpu og loftháð þol og hvað saman sko. En ég veit ekkert fótbolta. Þannig að ég verði bara að fyrirgefa mér að kynningi snýst svolítið lífeðlisfræðina og þið megið spyrja mig hvenær sem næstum hvað sem ég veit ekki hvað ég geti svarað því. Bara rétt þess að stilla okkur af að sjálfsögðu verðum við sem landíþróttamenn að æfa á landi. En bara ef við förum í svona hreyfingafræði eða biomechanics, 70 kg einstaklingur þegar hann gengur og stígur niður, þá koma svona ca. 180 kg impact upp í gegnum ökklaknýi, mjanir og neðri bak. Við þolum þetta alveg. En þegar maður hlaupa, þá ca. 450 kg sem kom upp í gegn við hvert skref. Svipað með að lenda jafnfæti þegar maður stekkur eitthvað skallar. Að lenda á öðrum fæti, miklu meira álag upp í gegn. Og nokkurn veginn, íþróttafólk sem æfir á landi, það kannski að taka eitthvað svona 10 milljón skref, including hlaup og stökk og þetta allt saman. Þannig að þó svo að líkaminn sé gerður fyrir þetta, hann þolir alveg þessi högg. En þegar þetta safnast saman, þá slitnar þetta hægt og rólega. Það þarf ekki endilega það voru slys til að við fáum svona álagsmessi. En við þurfum að æfa þetta. Við komumst ekki hjá því. Afreksíþróttir geta aldrei verið í bómull. Það er alveg sama hvort þú ert að æfa fótbolta, fimleika, sund. Maður fer ansi langt með íþróttamanninn og þetta verður alltaf erfitt. Það sem við erum að skoða aðalega núna þol. Þannig að lang algengustu æfingarnar til að þjálfa þol að hlaupa. Það sem langt flesti gera. Hjóla, sumir róa. Það er mjög gott að synda ef þú kannt að synda, en ég býð engum upp á að fara synda í lauginu nema þú kunnir að synda.
svolítið mikil tækni í því og þetta náttúrulega norskar rannsóknir sem við veitum átt í skíðaganga. Kannski virkar ekki alveg á Íslandi, ekki alltaf allavega. En það sem að vatni býður upp á, að við minnkum álagi gríðarlega við vöðva og bein. Það vissu held ég allir. Þetta er þrýsting á liðunum, svona bólgur og þetta hérna. Getur hjálpað með það, heldur upp með blóðþrýstingi, hjálpað jafnvæginni ef að fólk er búið að vera meitt. Gefur svona miklu meira viðnám heldur í loftið, bara upp á skinnið sem að svo líka getur hjálpað nýrunum. Þá lengi verið vitað að öll þjálfun í vatni er mjög góð fyrir þetta miðlæga þol, hjarta og lungu. Það er lengi verið notað í endurhæfingu. Og þetta hefur verið notað fyrir þá sem eru einhvern veginn ekki tilbúnir að beita sér á fullt á landi. Þessar 3 rannsóknir sem ég er að sýna ykkur snúa allar af full heilbrigðum íþróttamönnum. Ekkert með meiðsli að gera, heldur bara hvort við getum notað vatnið til að auka afköst. Það sem að við héldum alltaf við vissum og að það er ekki hægt að ná fullum afköstum eða VO2 max í vatni. Margar rannsóknir hefur sýnt fram á að ef þú ert 50 í VO2 max, þú hleypur á brettinu, þú ert mældur í þessum súrnusupptökutækjum, þá komast menn ekki nema kannski 42, 3 eða 4. Það er einhverjar mýtur. Jú, þetta er fínt fyrir endurhæfingu, þetta er jafnvel ágætt svona daginn eftir erfið æfingu. Það sem við höfum og höfðum pínu ennþá áhyggjur af, er þetta maður verður hægur ef maður æfir í vatni. Ég sem sundþjálfari, gamall, ég fikk ofta að heyra það ef að kom einhverjir krakkar að æfa sundtjámar í veturinn, fótboltaþjálfarinn höfðu töluverðar áhyggjur af því að það myndi hægast á þeim, þeir eru miklu hægari þá. Því að sund væri bara þolíþrótt. Þetta væri bara fyrir þolíþróttamenn og síðast en ekki síst að hlaup í vatni er svo ólíkt hlaup á landi að þetta er bara ótengt. Til hvers að vera rembast við að hlaupa í vatni ef þú getur synt. Ég var svona að þjálfa landsliðskonu í hlaupum sem hafði sund hjá mér. Hún fekk eitthvað þreytubrót í ristina og mátti ekki hlaupa. Þannig að ég spurði hana sem sundþjálfari hennar hvort að ég ætti ekki bara leyfa henni að hlaupa svolítið í vatni í staðinn fyrir að synda hjá mér. Og hún fer til sjúkraþjálfarans og kemur með þau svör tilbaka þetta sé svo ólíkt hvað sem er. Það sé alveg gott fyrir henni að bara synda í staðinn fyrir að hlaupa. Og með þetta þurfti ég að sitja með í öll þessi árum. Ég er svo samanlega sama. Ég var alveg sáttur við að sundkona mín var að synda. En mér fannst þetta ekki, ég var ekki alveg að kaupa. Þessar 3 rannsóknir sem við hefum gert núna, fyrsta lagi, við skoðuðum vöðvavirkni, svona EMG-tækjum, hvort að hlaupi í vatni væri nægilega lík hlaupi á landi til þess að væri hægt að segja að þetta væri svona sérhæfð hlaupaþjálfun. Það var kannski til ástæðan sem að sjúkraþjálfarinn sagði mér fyrir mörgum árum síðan. Í öðru lagi, með því að bæta tæknina, hvort við gætum náð sama VO2 max í hlaup á landi og hlaup á vatni. Og í þriðja lagi, þessi nýjasta rannsókn sem gerðum bara í vetur, hvort að maður gæti náð sömu framförum í þoli og undirbúningstímabilinu, hvort heldur með að æfa í landi eða í vatni. Bara þessar 3 árin er bara svona nokkar rannsóknir á stóru mengi sem við erum að skoða núna. En ef að þessi gaur telur gott að æfa í vatni, þá held ég okkur ætti líka að vera óvægt að æfa í vatni.
Þetta að sjálfsögðu grunnvatnslaup eða shallow-water-running. En bara sko, svona sölutrykk. Hann æfði fyrir 2012 meiri parturinn af því litla þoli sem hann æfði hann svona. Hann vildi ekki hlaupa neitt annan hlaupastíl á brautinu heldur en sko rétta hlaupastílinn sinn. Þannig að til að auka þolið svo hann gæti þolað æfingarnar, það var mikið svona. Ég ætla bara rétt að kynna ykkur fyrir þessu hana shallow-water-running. Það er kannski hreyfingafræðilega líkar. Það kemur alltaf aðeins meiri álag á liðina. Þegar ég láti prófa þetta, fólk fær líka oft, það rispar sig í iljónum, maður þarf að fá almennilega skó í þetta helst. En maður getur stjórnað viðnáminu töluvert í þessu grunnvatnslaupi. Og ég hætti tala ekkert meira um þetta grunnvatnslaup hérna frá. Nema hann æfði töluvert í vatni. Fyrir okkur þá skiptir tæknin mjög miklu máli. Ég glemt teka hvað þetta var netjendur, þannig að þá sýni ég ykkur ekki ranga tækni hann á YouTube. En oft er þetta bara gert einhvern veginn. Það er allt í lagi, ef þetta er endurhæfingu, það er bara rétt að koma hjartanu og lungunum af stað. En það er ekki það sem að við erum beint að leita að, heldur við þurfum og viljum fá að sjá stór skref sem að reyna mikið á gluteus, rassvöðvana og hamstrings. Og það þýðir ekkert að svona strokka vatnið upp og niður með stuttum skrefum. Heldur, þannig erum við að undirbúa okkur í Finnlandi. Þessi kona var svo í rannsóknuna hver, en þannig erum við bara að kenna henni þá tækni sem við viljum að hún hafi. Það skiptir máli að sko planta fæturna svolítið fyrir framann og svo reynum við að grafa langa holu með fætunum hérna niðri og klára skrefið aftur á bak. Maður þarf ekkert að vera bundinn í vegginn sko, en þar sem við erum það byrja að fara að tengja hana við súrefnisstyrkutæki, þá má hann ekki fara neitt. Þegar við létum þáttakendurnar vera með svona elektróður á sér, þar sem við mælum hversu virkir vöðvarnir eru, þá kom okkur áhugaverð í ljós. Þetta er að svona kalibrera miðað við hvað þið geta mest búið til kraft. Og gastrocnemius er hérna vöðvinn aftan á kálfanum. Þessi. Og TMR stendur fyrir treadmill running við 0 gráða halla og 1 gráða halla. Og þetta er djúpvatnshlaup með flótbelti og án flótbeltis. Og við sjáum strax, við erum kannski aðeins muni eftir því, að fyrir kálfavöðvana þá er þetta eiginlega ekki neitt. Það kemur mjög lítið álag á kálfavöðvana. En fyrir tibialis anterior, sem er vöðvinn framan á móti, þá kemur töluvert meira álag á skóflanginn. Í biceps femoris, einn af handryggsvöðvunum, þá er miklu meira álag í djúpvatnslaupinu heldur en í venjulegur hlaup á landi. Og svo er það svona nokkurn veginn svipað í rectus femoris, sem er einn af quadricepsvöðvunum framan á. Þannig að alveg sama hvað mér langaði, ég gat ekkert afsannað þetta frá sjúkraþjálfaranum. Ég get ekki ennþá sagt með fullri samvisku og hérna sannfæringarkrafti að djúpvatnshlaup sé sérhæfð þjálfun fyrir hlaup á landi. Það er töluverður munur. Hér er hann jákvæður, eða vöðvarinn vinna meira hér, mun minna hér. Þannig að kannski hafa hann bara rétt fyrir sér, sjúkraþjálfarinn.
Það er alveg möguleiki. En hins vegar sko, ef að þetta kemur allt öðru út yfir syndi. Það er allt öðru vöðvar, allt öðru tíðni og allt saman sko. Þannig að þó þetta geti ekki verið sérhæfð hlaupaþjálfun, þá held ég samt að hlaup í vatni nýtist betur fyrir fótboltamenn heldur en bara synda. Þessi sem gerði nr. 2 í Finnlandi, hún eiginlega snerist að því hvort að við gætum yfir höfuð náð fullum ákastum fyrir fullfríska einstaklinga, vel þjálfaða, og þetta voru landsliðsmenn í orientering, svona einhverju rathlaupi sem er eitthvað skandinavískt fyrirbrigði sem er kannski sumir eitthvað að þekkja. Þetta eru þjálfaðir langhlauparar. Hérna sjá ástæðan fyrir því að það mjög ekki fara neitt sko. Það var ekkert sérstaklega þægilegt sko, svona rannsóknar setup. Og það tók heillangan tíma að mæla hvern og einn. Í stuttumáli, þetta er hvað mann tala lengi. Í stuttumáli, þá ef við höldum réttri tækni, þá getum við náð sama hámarki í landi og vatni. Það er að segja sko við bara mismunandi álag og við stýrðum því bara með á hlaupabrettinu, hvað brettið fer hratt og hallin á því. Í vatni stýrðum við því bara með svona taktmæli, hversu hratt þú tók skrefið inn, en þú ert að passa upp á að skrefin styttust ekki á móti. Það var alveg ekki krúsíalt. Þannig að djúpvatnshlaupið er dökkalínan, ljósalínan er þá á landi og þetta endar á sama stað hérna rétt yfir 60, sem er mjög há tala. Það voru margir hérna, eða nokkur sem voru sko yfir 70. En þetta eru niðurstöður sem við höfum birt núna á, sem að sýna fram á það að við getum með réttri tækni náð fram hámarkssúrefnisupptöku og áreynslu með því að hlaupa í vatni eins og hlaupar á landi. Það sem að sko fór aðeins fyrir hjarta á okkur, það er mýtan hann með að sko það hægist á þér. Því að þegar við mældum stökkhæðina hjá einstaklingunum beint eftir upphitun á brettinu og svo eftir brettinu hérna, það er eðlilegt að maður sé svo saman, það breytir ekki neinu. Það var margtakur munur á móti þegar við varum búin að hita upp í vatni og þegar við varum búin að gera hlaupið í vatni. Þannig að í smásund þá sátum við sveittir og við bara, þetta er kannski bara rétt. Í það minnsta í svona 3 tíma. Þannig að við myndum ekki ráðlega neina og fara að gera spretthlaup beint eftir að við erum búin að vera sundaðing. Þannig ekki beint eftir að við erum búin að vera að hlaupa í vatni. En hins vegar 3 tíma síðar, ef við mældum aftur, þá var viðkomandi fann að stökkva jafn hátt og hann gerði. Þannig að sko, það sem var gert bara strax eftir prófið, það var gert svona counted moment jump til þess að, til þess að kanna hvort þetta hafi einhver neikvæð áhrif á sprekkgetuna. Þannig að já, strax á eftir, 3 tímum síðar, nei. Og hérna bara, við erum aftur hingað, laugarnar í Finnlandi eru frekar kaldar, ítaugin, hún liggur frekar grunnt, þannig að sko ef að taugin kólnar, þá verður miklu minni virkni í gastrocnemius sem að mjög líklega skýrir þennan mun á stökkhæðinni. Við höfðum samt fína ágjör af þessu sko, við vildum kannski ekki endilega setja landsliðsfólk í hérna 7 vikna æfingarprogram. Þannig að við tókum og fengum 50 stelpur lánaðar þar sem við mældum hámarkssúrefnisupptökuna þeirra í svona tækjum. Við mældum stökkhæðina og hraðan þeirra, snerpuna, svona Illinois Agility Test og skoðkrafti. Þetta eru sömu mælingar að við höfum verið að þjónusta landsliðinu. Eftir
fyrstu mælingarnar, og taka allar, þá skiptum við stelpunum í 2 jafna hópa og þær fengu sem sagt 2-3 í viku eftir leikjálagi og fleiru og 30-45 mínútna þolþjálfun frá okkur í HR. Við reyndum að stilla álaginu jafnt á milli hópa, þannig að ef var léttaæfing á landi þá var líka léttaæfing í lauginni og það voru alltaf við sem að sjáum æfingum. Þetta reyndist okkur kannski erfiðast í rannsókninni að stilla álagi jafnt af. Því að við komum fljótlega að því að það er hægt að keyra miklu meira álag í lauginni heldur en í landi. Og við endum á því að nota svokallaða Borg-skala. Þannig að þetta er perceived, rate of perceived exertion. Er ég að vera að fara á tími? Þannig að við kenndum stelpunum að nota, þær mátu sjálfar hversu erfitt þetta var á hámarkinu. Þannig að þegar stendur hérna við vorum með inn í fífunni svona renning, 50 metra langan, 10 metra breiðan. Þannig að stendur hérna 150 metra, það þýðir 3, 1, 2, 3 rennur á Borg 12, það kemur 1 á Borg 16. Þannig að það eru 3 skokk, 1 þar sem þú pressaði það. Og sama tími í lauginni þá gerum við 2 mínútur á Borg 12 og 1 mínútu á Borg 16. Þannig í þessu tilviki, þetta er einhver æfing í febrúar, þá voru 2 sett, aðalsett hérna hjá landhópnum, annars var 150 metrar. Þannig að þessar æfingar vorum við að reyna að segja allan sjálfum okkur að væru áleika erfiðar. Og þegar við spurjum stelpunum eftir þá kom út mjög svipuð tala fyrir æfinguna. Þegar við prófuðum púlsmælinn hjá KSÍ, takk KSÍ, þá kom líka út mjög svipaðar niðurstöður hvort sem það voru með þær í vatninu eða landinu. En við gátum keyrt miklu lengra álagið í vatni. Það getur unnið miklu lengur á púls 170 í vatni heldur en á landi. Niðurstöðurnar voru þær, blátt er landhópurinn, að þær voru hérna rétt í kringum 45-46 báðir hópanir og þær enduðu í 48 báðir hópanir. Þess að engin munur á milli hópa, hvorki fyrir og eftir, en það er munur, þau bæta sig marktækt, cirka 3,9 eða 4%. Það hljómar kannski ekki voða mikið, en á 7 vikum þá er þetta bara töluvert að bæta þolið sitt 4%. Það var engin munur í hvað er spörkuðu fast. Það breytist ekki neitt. Einhverja hluta vegna, við erum ekki alveg með það hreinu, þá bættu báðir hópana sig í stökkhæð. Það er að segja, cirka 3%. Það stukku hærra eftir íhlutununa, eftir þessar 7 vikur, heldur en að gerðu fyrir. Það var engin munur á Illinois-prófinu, ekki neitt. Sama með sprettinn, það bæta sig aðeins, en það er ekki svona tölfræðilega marktaka sem við sjáum. Engin munur á milli hópana og engin munur fyrir og eftir íhlutunum. Það er hægt að ná þessu álagi sem að við þolþjálfararnir viljum ná í vatninu. Vöðvavirknin í njám og mjöðmum og öxlum er svipuð, en ég get samt ekki sagt að hún sé svo saman.
Þannig að ef þú hleypur í vatninu þá áttu einhvern veginn að þjálfa kálfavöðvana sérstaklega. Einstaklingarnir sem eru í formi geta nota djúpvatnshlaup til að bæta þolið sitt með íbúðrunning. Þannig að hóparnir bættu sig bara jafn mikið og við fundum ekkert neikvætt á 7 vikum fyrir hóparna, hvorki landhópinn né vatnshópinn. En ef maður reiknar þetta saman, að þá sparaði djúpvatnshlaupshópurinn sér ca. 100.000 högg á beinum með liðina. Högg sem er á bilinu þá ca. 180 til 500 kíló. Þetta er kannski ekkert svo mikið í 7 vikur, en ef maður margrældar þetta tvisvarsinnum, eitthvað til 200.000 ári, til 5 ára, þú er búinn að spara 1 milljón. Og þetta kemur, þetta safnar saman fyrir rest. Við prófuðum einhvers konar svona power analyze hversu algeng álagsmeiðsli eru í fótbolta. Það er meiðsli sem koma vegna álags en ekki vegna högga eða samstöðu eitthvað svoleiðis. Og með einhvers konar tölfræði ævintýrum þá getum við sagt að ef þú gerir þetta reglulega þá lengjur við ferilnum 1 til 3 ár. En nota bene, þetta getur ekki komið í staðinn. Þú getur ekki, eins og ég sagði í byrjun, þjálfa fótboltamenn bara í vatni. Leikurinn gengur út á að standa af sér tæklingar, að standa af sér högg. Þannig að þú verður að þjálfa það sérstaklega. Við erum alls ekki að segja að þetta getur komið í staðinn. Ekki fyrir, ekki milljón ár. En ef að fólki finnst, þjálfarinn finnst að það mætti auka loftháðaþolið hjá hópnum, þá viljum við meina að þetta geti verið leið til að gera það án þess að auka álagið á liðum. En aftur, fótboltamenn þurfa að þjálfa í líkum aðstæðum. Þannig að alls ekki að segja að þetta geti gengið í baráttu. En bara, ég get að sjálfsögðu ekki einn, við erum fullt af nemendum og ógeðslega gott fótboltalið sem að vann með okkur. En svo verðum ógeðslega fræg að koma úr sér mokka fyrir þetta. Þannig að, en bara, takk fyrir. Nú bara spurningar vonandi. Allir búin að fá súpuna sína, þannig að enginn að spyrja núna. Eitt spurning hérna varðandi þjálfun í vatninu. Að mæla hitastig á vatninu líka eða? Við þurfum ekkert að mæla það, það bara á skjá í lauginni. Já. Hún 28,5. Okay. Og mun heitari hjá okkur en í Finnunum Finnarnir voru með í 25. En við notuðum bara smá braut, eða 2 brautir í Kópavoginum. Og við gátum bara nota cirka 1/3 af 20 hlutalauginni því þá var hún á grunn. Þannig að við þurftum ekkert mikið pláss í þetta. Hvað er dæmi þá svona æfingar sem þú myndir gera? Er það þá aðalega bara hlaup eða einhver hopp líka? Eða? Nei, þetta var bara, þarna snertu aldrei í botn. Já, bara hlaup? Bara hlaup. Já. En mismunandi tempó. Mismunandi tempó og stundum þá bunduðu þær saman. Það var bara bundna bak í bak og svo var bara sprettir, það voru allt svona leikir og þetta var ekkert svoleiðir, þetta var ekki bara svona eins og Jón Arnór hefur lýst hérna tölvþróttastrákurinn. Æfinguna þar sem það bara var með lofhúfi í lauginni í Sauðárkrók, þetta bara hlaupið í 2 tíma. Við erum komin langt frá því. Þetta voru alls konar leikir, alls konar tempó. Þetta hér er frekar einhæfa æfing
þetta er svona intervallæfingar. Þannig að maður hleypur í 2 mínútur, létt, svo tekur 1 mínúta, sko mjög erfitt, bara 8 sinnum í gegn. Það voru fullt af öðrum æfingum með svona stuttusprettum og sko. En aðalvandamáli var að reyna að matcha álagið á landi og í vatni. Ertu með alltaf í vesti þá alltaf eða? Alltaf í vesti. Já, alltaf í vesti. Almennt sé mjög grann með þessu. Ég ætla að spyrja það saman. Já, ok. Þetta var upplifunin hjá þér. Við hérna, þar fengu líka svona motivation skala. Það svöruðu sko svona sálfræðiskala, hversu spenntar þeir voru og svoleiðis. Og hérna, ég hefði kannski getað sagt, ég bara mátti það ekki, ég getað sagt þjálfurinn þeirra hverju væri að fara að hætta því að hérna, maður svona, já, ok. En hérna, fyrir og eftir, mjög bara svo saman. Mætingin var örlítið lélegri í vatnið. Þetta er náttúrulega svona, þetta er fyrirhöfn sko. Landhópurinn hann bara var í sínu venjulega umhverfi, sem hann þekkti mjög vel. Vatnshópurinn þurfti að gera sér sérstaklega ferð upp í lög, skipta um föt, blæðingar, þetta er heilega sko. En það var ekki, það var örlítið minni mæting í vatnið, en það fótbrotna einu vatnið í okkur. Það er þess að sparka hérna í, þú veist, hún var eitthvað, hérna, náðu að sparka ristin í svona brúnina, lauginni. Við hefum aldrei heyrt þetta áður, en þú veist, það sem aldrei gerst áður, gerist eitthvað aftur, sko. En sko, svo þegar það svörði aftur, þá var engin munur á þeim sem að sko kom fyrir og kom eftir. Nei, þessi, fyrir ekki, það var engin munur á land og vatnshóp. Þetta er að bæta aðeins við upplýsingar, því ég þekki hennan hóp vel. Það er með í þessu að það var gríðarlegur munur sem við sáum á VO2 Max tölunum og stökkkrafttölunum á báðum hópum. Fyrirmælingin er þetta gerð bara í upphafi tímabils, þegar að það voru búin að vera í svolítið fríi og svoleiðis. Þannig að það er leiðandi eðlilegt að sjá góða bætingur hjá báðum hópum í þessu. En annað varðandi upplifun að heilt yfir held ég að við náðum að gera þetta bara merkilega skemmtilegt, bæði á landi og á vatni. Og í viðbót því sem er alltaf að koma fram, af því að við erum mikið að pæla í þessu kannski varðandi álagsmeiðsli og annað slíkt, að það voru dæmi stelpur sem höfðu verið að glíma við svona langtíma vandamál sem höfðu gott af vatnsþjálfuninni. Og bæði voru dæmi nárameiðsl sem að viðkomandi fann þá fyrir náranum af því að þetta voru stór útslögg, hreyfiútslögg. Hann vann sig svo í gegn á það og fann raunverulega ekkert fyrir náranum, það sem eftir var tímabils. Og tímabilið var langt og strangt, það var mikið álag og margar þessar stelpur. Og önnur sem hafði varla getað klárað æfingu í heilt ár út af mjaðmagrindavandamálu, rófubeinsvandamálu og fleira. Hún vann sig í gegnum það þarna, spilaði fullt af leikjum og var markahæst í sínu liði, komst vel í gang í rauninni í framhald af þessu. Þannig að svona upplifun eftir á er spurning hvernig hægt er að útfæra það, en það gæti verið sniðugt að nota þetta með. Var það bara tilvílun að meiddur hefur farið í sundhópina? Sko, hóparnir voru raðaðir í tilvílun, en við handvöldum þessar af því að þær myndu ekki þola álagið á landi til þess að setja þær í vatnsþjálfun. Það er lendu samt sko, þetta er bara smá tölfræðitrykk í Excel sko. Já, en við reportum þetta ekkert sérstaklega sko, því að hérna rannsóknin var ekki gerð á meiðslum. Við erum ekki með official gögnum meiðslasöguna þeirra þannig sko, og við vorum ekki að tekka því. Fyrir okkur sko, þá var þetta það að þær voru í heilar, eins og eru. En það er einn, sko, varandi eins og nú náttúrulega sér maður þetta er náttúrulega mikil höggsparnaður sem verður á tíma, það veitur framreiknað svona eitthvað fram í tíma. Við hvaða tímapunkt varst þú að hugsa til þess að þegar þú áætlar þetta, hvernig menn myndi byrja í svona þjálfun í bland ef það henta? Ef ég væri fótboltaþjálfari, ég myndi ekki sko nota þetta nema ég væri búinn að fullnýta það sem ég tel að
þær hafi gott af á landi. Þær verða að æfa að hlaupa á landi. Já, nei, ég meina aldurskeiði, sko. Bara hvernig byrjar afreksturinn? Það er bara, þegar þú komin á það stig, þú er svona farin að fullnýta það sem við getum fengið út af þeim með góðu móti á landi, vilt samt kannski auka þolið einhvern veginn, en kannski nota höggin og það í svona spilalíkt dæmi, sko. Það myndi ég senda þér í vatn. Fleiri spurningar? Hvað með framhaldið? Þú sagði að þetta væri svona hlutað eitthvað stærra mengi sem er að vinna í Já. og ákveða næstu bréf. Takk fyrir það. Já, það er það. Því þetta er það sem enginn getur svarað á konunum. Við erum að reyna að fara magn, setja æfingarnar í vatni á sama hátt og við vitum á landi. Við vitum þetta sirka hvernig, við vitum þetta mjög hvernig hlaupararnir gerir þetta, við vitum þetta vel hvernig svömmennir gerir þetta. Við erum nær því, í vatninu, að nota lífeyrissvæði sundþjálfunar fyrir djúpáslaupið heldur en fyrir hlaupið. Það getur engin hlaupari æft eins og, getur engin hlaupari tekið sundæfingun og sett hann upp á land. Það bara drepur alla. Þannig að við erum komið verkfræðideildin og fleiri með okkur í HR til þess að mæla nákvæmlega hvert viðnámið er. Hvert er viðnámið þegar þú ert að hreyfa þetta. Það er bara alls ekkert auðvelt að mæla það í vatni. Það er svona flókin straumfræði. Þannig að nú er verkfræðideildin búin að smíða fyrir með svona gervifót eða róbot með mjöðum og hné og það eru svona strain gauges í honum. Við prófum að mæla þetta mismunandi hraða með mismunandi viðnám. Tekur löppinni stól og eftir það þá förum við aftur í það að setja svona EMG-mælingar nema á hvað vöðvarnir eru að vinna og svo bætum við VO2maxinu við. Þannig að já, það er þetta hérna. Þessi magnsetning af þjálfum fyrir uppbreytta stöðu í vatni og uppbreytta stöðu á landi. Ég gerir það ekki með 60 stelpur, kannski ég færi að 3 til þess að það mæla hvert og eitt. Ég vantar nemendur í þetta, ef einhverju þekkja komið nám hjá okkur, því að okkur vantar hreinlega nemendur í rannsóknum núna. Það meina þess að verða meistaranemar og svoleiðis, ekki til þess að ég veist ekki með eitthvað fólkslega hlaup að gera þetta. Það vantar bara fólk sem vil fara lengra í meistaranámi. Fleiri? Ef ekki, þá bara þakka ég Inga kærlega fyrir komuna og ég. Takk fyrir mig. Það er meiri súpa, ég vil fá fyrst. Á sig.